Eitt af því besta við að búa á Íslandi líklega öryggið sem finnst í svona litlu samfélagi. Því færri íbúar, því færri stórafbrotamenn, hryðjuverk, líkamsárásir, innbrot og allt það sem langar helst ekki að pæla of mikið í. Það þýðir þó ekki að slíkir hlutir sé ekki til og þýðir heldur ekki að ef svona hlutir eigi sér stað að þú fáir endilega að heyra þeim. Það langsamlega þægilegast að velta sér ekki of mikið upp úr neikvæðum fréttum, atburðum sem hafa átt sér stað eða óttast eitthvað sem gæti gerst, en það starf og líklega líf flestra þannig uppsett að það auðvelt að horfa fram hjá þessum hlutum. Það samt gott að vita af því að ef til þess kemur að hætta skapast í kringum hann, að ef einhver gengur berserksgang eða hleypur á skotvopni á almannafæri, ef upp kemur hryðjuverkaógn eða sprengjuhótanir, að til sé fólk sem þjálfað sérstaklega til að bregðast við slíkum aðstæðum. Sérsveit ríkislögreglustjóra hreyfanlegt lögreglulið sem sérþjálfað til þess að takast á við vopnuð lögreglustörf og öryggismál. Þar með talin hryðjuverk og stórfelld ofbeldisbrot. Sveitin annast handtökur hættulegra brotamanna og hústöku aðgerðir vegna fíkniefnamála. Sérsveitin sinnir mikilvægu hlutverki varðandi hryðjuverkavarnir, svo sem vegna árása, sprengjutilræða, gíslatöku, flugrána og sjórána. Sko, það ekki nema von að manni finnist áhugavert að vita hvaða fólk þetta sem sækist í svona starf þegar þetta starfslýsingin. Hvaða þjálfun það hlýtur, hvaða eiginleikum það þarf að búa yfir til að fá inngöngu, hvaða kröfur eru gerðar á það í vinnu, við hverjum að búast í útkalli og í hvaða aðstæðum þau lenda í sínu starfi. Það engin önnur sveit sem fékk betri eða sérhæfðari þjálfun, það engin her sem styður við baki á þeim og það ekki boði að flýja aðstæðurnar eða fara veikur heim eða líst ekki á blikuna. En þess má geta að það 4 vopnuð útköll hjá sérsveitinni í hverri viku. Ég ætla að þakka Runólfi, aðalvarðstjóra sérsveitarinnar, kærlega fyrir að fallast á að gera þetta. Frá því að ég byrjaði með podcastið hefur mér langað að fá sérsveitamann til þess að koma í spjall, en það reyndist hægara sagt en gert þar sem ekki má ræða hvað sem störf sérsveitarinnar. Þeir sérsveitamenn sem ég ræddi við bentu þó allir á Runa. Ekki bara vegna þess að hann vel að máli farinn og þekki sveitina inn og út, heldur líka vegna þess að hann grjótharður. Ég þakka honum kærlega fyrir að taka svona vel í þetta og fallast á að gefa okkur innsýn í störf sérsveitamanns sem og deila með okkur sinni reynslu af þessum störfum. Að auki fara þakkir til Dominos, styrktaraðila þáttarins. Dominos ekki bara með vikulegt þriðjudagstilboð eða hið stálheðalega tvennutilboð. Mér líður bæði eins og tvennutilboðið hafi fyllt mér bara allt mitt líf. Þú sækir pítsu og stóran skammt af brauðstöngum og fara aðra pítsu sömu stærðar. Tvennutilboðið og líka vídeolegutilboð. Þetta svona tilboð æskuminnar, þar sem að leiði nýja spól og gömul fylgdi í kaupati með. Allavega, Dominos býður einnig upp á hádegistilboð. Það freistandi að ljúga því að ykkur að þetta sé bara fyrir hlustendur podcastins, en þetta tilboð gildir alla daga, alltaf. Laugardagar og sunnudagar meðtaldir frá klukkan 11 til 4. Þá getur þú annarkvort fengið litla pítsu á matseli og gos með á 1000 krónur sléttar eða miðstara pítsu á matseli og gos með á 1500 krónur sléttar. Ég mæli með að tjekkið á nýju pítsunum á matseli Dominos, Bazaar, Sweet and Spicy, Oliver Ragnar og Hangry. Áður en ég hætti að tala langar mig síðast en ekki síst að þakka þér fyrir að hlusta. Mér finnst fátt skemmtilegra en að fá skilaboð frá fólki sem fór út að hlaupa eða setti saman IKEA-innréttingu með þáttinn í eyrunum eða rekast á screenshot af þættinum í Instagram story eða á Snapchat eða hvað þetta nú heitir allt saman. Það löngu tímabært að klára þetta intro og hleypa Runa að. Runólfur Þórhallsson, aðalvarðstjóri sérsveitarinnar, gjörið þið svo vel. Runólfur eða Runi, verðu hjartanlega velkomin. Takk fyrir það. Aðalvarðstjóri sérsveitarinnar. Já. Hvað þýðir það? Það þýðir að ég einn af nokkrum aðalvarðstjórum í sérsveit ríkislögreglustjóra. Daglegur stjórnandi sveitarinnar aðstoðaryfirlögregluþjónn og svo yfirlögregluþjónn yfir löggæslusviðinu. Þannig að við erum nokkrir aðalvarðstjórar og deilum með okkur svona þessum stjórnunar hlutverkum í sérsveitinni og við erum flesti með nokkra hatta á höfðinu. En ég í þjálfun á teiminu og við erum nokkrir aðalvarðstjórar sem að sinnum þjálfun sérsveitamanna og þjálfun lögreglumanna líka. Þannig að þú ættir að vita sig hvað sérsveitina? Já, búin að vera í sérsveitinni í bróðurpartina af starfsferlinu innan lögreglunar. Og málið með sérsveitina að það ekkert rosalega mikið vitað hana. Það einhvern veginn, mér finnst þetta svo ég hefi alltaf vitað af henni, bara frá því að vera lítið barn og horfa á bíómyndir eða spila tölvuleiki. Það var alltaf svona svolítið spenna og leynd yfir sérsveitinni. En hvað sérsveit og af hverju þetta til í flestum löndum? Já, þetta í grunninn stóðdeild. Þetta það má segja að við séum sérfræðingar í ákveðnum þætti löggæslu.
almenn löggæsla í einhverjum tilvikum ræður ekki við ákveðin verkefni og bara til dæmis eins og tæknideild og löggæslan hefur þróast þannig á síðustu áratugum að það er að verða sífellt svona sérhæfðari verkefni sem að þarf að eiga við og yfirmenn lögreglu á 8. og 9. áratugnum tóku þessi ákvörðunum að stofna íslenska sveit lögreglumanna sem að myndi sérhæfa sig í því að takast á við verkefni þar sem að vopnaðir einstaklingar væri að ógna lífi samborgarans sinna og þetta kemur í kjölfarið á nú fer ég mjög langt tilbaka í tíman en þetta kemur í kjölfar á til dæmis máli sem að kalla sportvalsmálið að þá gengu hér menn á morgni dags brutust inn í sporturubúð stálu þar skotunum og skotum gengu síðan eftir Snorrabrautinni og skutu allt sem fyrir var skutu á vegfarendur og brutu síðan inn í ríkið á TFR sem var þá á Snorrabraut náðu sér í áfengi og komu síðan út og héldu áfram að skjóta á allt sem fyrir var. Þetta gerist árið 1976. Sama ár lendir flugrenningar, króatískir og þeir sem að baru ábyrgð á löggæslu á Íslandi sáu það að almenni lögreglumenn hefðu hvorki búnaði þjálfun til þess að takast á við svona verkefni og þannig myndast þróast þetta þannig að 1982 er sérsveit lögreglunar stofnuð. Er þá þegar að menn ganga berserksgang með byssur Snorrabrautina var þá bara engin lögregla vopnuð á Íslandi til þess að takast á við þetta? Nei, á þeim tíma þá voru til skotvopn á lögreglustöðinu í Hverfisgötu og þau náttúrulega voru læst niður í kjallara og menn voru nú að fara eitthvað í eitthvað skothús út á Seltjarnarnesi og æfa sig einstaka sinnum en þegar þetta kemur upp á að þá er það nú ekki beysnara en svo að tveir lögreglumenn fara út á gömlum landróður jeppa svona sem fyrsta viðbragð við þessu annar þeirra greip með sér einskota kindabyssu hinn greip með sér nokkur tárakashylki og þannig þannig eru þeir útbúnir fyrsta viðbragð til þess að takast á við þessa tvo menn á Snorrabrautinni að einskota kindabyssu og 2 tárakashylki. Það er alveg útkall maður. Já, það er svona gaman frá því að segja að afi minn heitinn, hann var annar þessara lögreglumanna sem fór í þetta útkall. Já, ok, og heldur að það sé einhver tengingi við það að þú sést komin í þetta starf í dag? Já, afi gamli allavega hann hvatti mig nú ekki beint til þess að fara í lögregluna en þegar ég sagði honum að ég væri að spá í að gerast sumarmaður 1988 þá náttúrulega tókaði hann í einhverja spotta og reddaði stráknum. Þannig að þarna verður til þessi sérsveit sem er náttúrulega gerð til þess að takast á við svona aðeins sérstakari og mögulega hættulegri verkefni eða ekki? Jú, þetta er svona, eins og við segjum að við erum kallaðir til þegar að almenn þjálfun lögreglumanna og búnaður dugir ekki að þá þarf eitthvað meira til og þess vegna hafa öll lögregluliði sem við berum okkur saman við í kringum okkur eru með lögreglumenn sérstaklega þjálfa til þess að takast á við svona hættuleg og erfið verkefni. Og þetta er oft þekkt sem, ég hef allavega heyrt oft orðið víkingasveit yfir þetta. Já. Þið eru svona aðeins, þetta ætti að vera svona meira þjálfaðir og einhvern veginn svona sterk búnari menni, það ekki, innan sveitarinnar? Já. Hvað aðskilur ykkur frá bara henni hefðbundu lögreglu?
skemmtilegt að segja frá því að Víkingasveitin er hérna orð sem að blaðamenn fundu upp á sín tíma og sem að við náttúrulega bara eignuðum okkur og fannst þetta skemmtilegt en hérna það sem að greinir okkur kannski frá lögreglumönnum það að við erum bara forréttinda pjessar, við fáum að hérna sinna þjálfun miklu meira heldur en hérna hinn almenni lögreglumaður og við fáum við fáum hérna, eigum talsverta búnaði og hérna ferðumst og hittum lögreglumenn út allan heim til þess að bera okkur saman og sjá hvar við stöndum varandi þjálfun og búnað og annað og hérna berum saman úrlausnir verkefna bara til þess að staðin ekki og svo það náttúrulega þetta nýlega námskeið sem að kannski greinir okkur að það verið að leita að á nýlega námskeið svona ákveðnum eiginleikum og hérna sumir hafa ákveðna eiginleika og hæfileika á ákveðnum sviðum og nýlega námskeiðinu er verið að leita eftir lögreglumönnum sem hafa ég sé ekki sérstaka bara ákveðna eiginleika. Já, þeir eru ekki nema, 40 eða rétt rúmlega 40 í sérsveitinni? Já, eitthvað svolítið, eitthvað á bilinu 40-50. Hvað sækja margir að komast í þetta? Hleypur þetta á einhverjum hundruðum svona gegnum tíðina? Í gegnum tíðina, já, þá má segja á þessum nýlega námskeiðum í gegnum tíðina, þá hleypur þetta á mörgum hundruðum sem að vilja máta sig inn í þetta og hérna, þetta má segja kannski svona 10% af þeim sem að hefja undirbúningsferli að því að komast inn í sérsveit, þeir ná að klára þetta nýlega námskeið. Og þetta nýlega námskeið er sem sagt inntökuprófið í sveitina? Já. Þeir frekar nota orðið nýlega námskeið? Já, þetta er sko í dag er þetta langt ferli. Þetta er í rauninni má segja að til þess að verða fullgildur sérsveitamæður að þá er það 3 ára ferli, það er sem sagt árs undirbúningsferli áður en þú kemst inn á nýlega námskeið að þá ferðu í gegnum líkamlega og andleg próf, þrekpróf og viðtöl og svona ýmis konar próf sem að hérna umsækjendurnir þurfa að standast og síðan er valin á grundvelli þessara prófana er valin hópur til þess að hefja nýlega námskeið. Eftir nýlega námskeið þá er 2 ára reynslutímabil og það má segja það eftir að þú ert búin að starfa í 2 ára þá ertu orðin fullgildur sérsveitarmaður. Og það fer náttúrulega mikil leynd yfir þessu nýlega námskeið og hvað er nákvæmlega gert á því? Já, það er svona það myndi ekki hjálpa neinum að fá að vita það fyrirfram. Við gerum nú ráð fyrir því að einhverjir af þeim sem er að fara núna það verður nýlega námskeið á næsta ári og væntanlega einhverjir sem að munu pika þetta viðtal upp og hérna reyna að sjá hvað ég að segja þetta en hérna það myndi ekki hjálpa neinum að vita allt fyrirfram áður en hann fer inn á þetta námskeið þetta er þannig uppbyggt, þetta er þannig lífsreynsla að hérna, þú ert bara að reyna að takast á við hverja mínútu í senn og getur ekki verið að velta fyrir þér hvað er að fara að gerast í kvöldi eða á morgun. Þú undirbýrði kannski ekkert fyrir þetta með viku fyrirvara, þetta er kannski bara með að testa á hvers konar einstaklingur þú ert og eitthvað eiginleikum þú býr. Já, í rauninni sko það er svona, þú þarft að hafa ákveðin líkamlegan grunn náttúrulega það hjálpar þér en fyrst og fremst er verið að leita eftir andlegum eiginleikum, andlegum styrk svona ákveðnum eiginleikum sem er á andlega sviðinu sem er verið að leita sérstaklega eftir. Og nú fáið þið náttúrulega meðhöndla skotvopn og eru látnir í alls konar aðstæður sem krefjast mjög dómgrindar býst ég við. Já. Og náttúrulega færni í því sem þið þurfa að takast á við. Akkurat. Sko,
hvernig síað svoleiðis út? Er eins og þú nefnir þarna viðtöl og hérna, ég veit að einmitt, það eitthvað svona líkamlegt test í nýlega námskeiðinu en mér svolítið áhugavert að sjá að hverju þið leitið andlega, þannig svona hvað heldurðu með við alla sem þið fáið inn í sérsveitina sem langar að komast inn og þeir sem að komast inn og eru í sérsveitinu nú þegar, hver munurinn á þessum einstaklingum? Það má segja sem svo að hérna þú kannast við hérna hugtakið fight or flight að í lífshættulegum aðstæðum að þá hérna þá skella á manni bæði líkamleg og andleg viðbrot og hérna þetta eitthvað sem hefur bara fyllt mannskeppninni frá upphafi að hérna að það einhvers konar system í okkur sem að undirbýr okkur þegar við stöndum frammi fyrir einhverju mikilli hættu að blóðið dregst inn í stóru vöðvana adrenalín pumpast út hjartslátturinn eykst og það heilmikið sem að fer af stað þetta náttúrulega getur verið gríðarlegt högg fyrir marga að verða fyrir svona miklum líkamlegum og andlegum einkennum í akkurat þessum aðstæðum og það má segja svona til að einfalda þetta að það sé verið að leita að manni sem að getur í þessum aðstæðum að getur tekið skynsamlegar og réttar ákvarðanir það ætlast til þess að við séum að fara inn í aðstæður sem aðrir eru að hlaupa að flýja frá þá ætlast til þess að við séum að fara inn til þess að koma einhvers konar stöðuleika og einhvers konar jafnvægi á aðstæður sem eru óútreiknanlegar og erfiðar og þá ríður á að lögreglumennir séu með þennan andlega styrk til þess að geta haldið ró sinni, geta séð hvað að gerast, metið það á réttan hátt og tekið skynsamlegar ákvarðanir og þetta svona kannski grunnurinn að því sem við erum að leita. Þetta eitthvað sem að þú þjálfar upp síðan eftir að þú er komin inn í sveitina? Eða? Já, algjörlega og hérna það verið að leita bara að þessum grunni sumir hafa þetta og aðrir ekki og hérna eins og bara sumir geta hafa hæfileika til að spila á fiðlu og sumir Eiður Smári góður í fótbolta og hérna Emil sem það er umdeilt og Emil hérna sem var hjá þér hérna daginn þá að vera að leita bara að þessum eiginleikum og hérna og síðan það náttúrulega markvisst unni með þá í allir í þjálfun bæði andlir og líkamlegir í sérsveitinni þá að vera að vinna með þessa eiginleika að menn átti sig á því að það er ýmislegt sem gerist þegar að menn lenda í svona erfiðum aðstæðum að vera búin undir það andlega og líkamlega og vera þannig innstiltur að þú getir metið óútreiknanlegar og hættulegar aðstæður á réttan hátt og þetta er meira en að segja það er hugtak eins og rörasjón eða á ensku tunnel vision að bara til að nefna eitt af þessu fáa sem gerist sumir sem að lendi í svona aðstæðum þeir tala að þeir hafi mist heyrnina, þeir heyri ekki neitt sumir koma út úr svona aðstæðum og þeir muna ekki neitt, muna ekkert sem alltaf mjög slæmt því að lögreglumenn verða geta gert grein fyrir öllu sem þeir gera á vettvangi þannig að það þýðir ekki að fá lögreglumenn út úr einhverjum aðstæðum og sem á síðan að skrifa skýrslu að fara í yfirheyrslu að hann muni ekki neitt. Hvers konar aðstæður eru að tala um? Við erum að tala um þessar eins og bara til dæmis á Snorrabrautinni sem ég lýsti á hann að þar hérna að þar voru þeir með 2 haglabysur og 1 riffil, voru 2 menn og með nóaskotum og þeir voru að skjóta út um allt og þetta verður lögregluna að stöðva það verður að stöðva þessa menn einhvern veginn og hérna þarna ríður á að geta tekið skynsamlegar ákvarðanir í samræmi við lög og reglur
og alla verklagsreglur og annað sem að hvílir á lögreglumönnum og þeir verða að handtaka og yfirbuga svona menn sem að eru komnir, já, má segja að þessi kannski ekki komnir út á brúnni, þeir eru komnir jafnvel fram af brúnni. Hvað ert þú búin að vera lengi í sérstöðinu sjálfur? Ég er búin að vera svona ádálítið óvenjulega fyrir í sérstöðinni að ég byrjaði sérstöðin 1994, fór þá á nýlega námskeið og starfaði í 5 ár, var þá plataður af félögum mínu til þess að fara í fíkniefnadeildina, var þar í nokkur ár. Einn af fáum sem að fékk síðan að koma aftur inn í sérsveitina sem það er svona frekar óvenjulegt. Skráruðu þá úr henni fyrir fullt og allt? Já, það er sérst þá bara tilkynni yfirmönnum mínum að ég sé hættur í sérsveit og ætla að verða fíkniefnalögreglumaður en þetta hélt alltaf í mér að þetta er svona þetta er mikið bræðralag og já, þetta er svona þetta allavega tókaði í mig aftur að fara aftur í sveitina og ég hef svona með stuttum svona auka djópum verið frá 2005 óslítið nánast. Ég var sendur aðeins til þess að fór aðeins yfir til héraðssaksóknara og vann aðeins með þeim eftir hrun með sérstöku saksóknara sig og svo starfaði ég aðeins með miðlægudeildinni árið 2016 þegar voru við svona, gekk brotsjóri yfir þá deildu þá stökk ég yfir og aðstofaði þá við svona lægi öldurnar. Og þú ert nú búin að vera í þessu í 20 ára? Já, ég er búin að lögreglumaður síðan 1988, það var fyrsta sumarið mitt, krakka ormur 19 ára, mætti ég á vakt í sjómannaskólanum, það voru kosningar. Ég á mynda minn bara svona til þess að minna mig á að ég var krakki í lögreglubúning. Það er gott að muna það þegar maður er þykist þér á hókina reynslu og að þá er gott að kíkja á þessa mynd og muna hvernig þetta byrjaði alls saman. En þú ert að tala þessar hættulegu aðstæður þar sem að menn fara í annarkvort fight or flight mode, svo kallað og þú nefnir þetta mál þar sem að þeir gengu Snorrabrautina sem var 1976. Já. En núna á þínum ferli, þetta er ekkert ef maður horfir yfir söguna, þetta er ekkert bara þetta eina mál sem var á Snorrabraut eða eitt mál sem var þarna eða eitt mál árið 2000, þetta er alveg miklu fleiri mál þar sem að þeir eru kallaður út í lífshættulegar aðstæður heldur en mann grunar. Jú, það er alveg rétt hjá þér að ef við tökum bara tölfræði síðustu ára þá eru þetta verkefni það sem við erum sérstaklega kallaðir út af okkar þjálfun og búnaði að þau hlaupa ef við tökum síðustu 5 ára þá eru þau yfirleitt á annað 100 á hverju ári það sem við erum sérstaklega kallaðir til út af svona lífshættulegum aðstæðum það sem leikur grunnur á að einhver sé að fara að skaða sjálfan sig eða skaða einhver aðra með einhvers konar vopnum. Mörg þessara mála rata ekki í fjölmiðla og ýmsar ástæður fyrir því og oft er þetta fjölskyldu harmleikir sem við teljum að ég ekki erindi við fjölmiðla og í rauninni hefur lítið upp á sig að vera að fjalla og oft er þetta fólk sem á við andleg veikindastríða og þannig að það er svo talsverður hluti af okkar verkefnum sem að verður ekki fjölmiðla umfyllunum. Hvernig líður þér að vera í starfi þar sem að þú getur verið kallaður út í útkallað sem að það er verið að reyna að ráðast á þig? Er þetta þú lítur að vera með ákveðin persónu einkenni sem að láta þig leitast aftur í svona starf?
Já, það hérna þetta þekkt innan sálfræðinar og hérna ég fór mitt á mjög fróðlegt námskeið í Þýskalandi þar sem var verið að tala svona mission junkies varðandi friðargæslu að margir sem að fara í friðargæslu fara inn á svæði þar sem náttúrulega gríðalegt má segja lítið öryggi að þar ertu í svona streitu ástandi og svo þegar þú kemur tilbaka þá losnar úr streitu ástandi og líkaminn vill fá meira. Þetta mjög skrítið en hérna þannig að það má segja að þetta sé ákveðin streita náttúrulega að búa við það að þú þurfir að fara inn í svona aðstæður getur verið kallaður til hvenær sem og þetta eitthvað sem við erum mjög meðvitaður og hérna vinnum mikið með andlega þjálfun, við erum mikið að velta með þessu fyrir okkur og erum að kenna strákunum leiðir til þess að þegar þeir eru í fríi að slaka á, að vera ekki að bíða eftir því að vera kallaðir til, að reyna að ná að slaka almennilega á þegar þeir eru í fríum og þetta meira en að segja það. Já, þetta er hérna svolítið stór faktor í held ég lífi mjög margra og sérstaklega eins og hérna mér finnst svolítið eins og þið séuð það er náttúrulega engin spurning, það er verið að reyna að búa til svolítið svona einhverja ofurmannesku úr ykkur út af því að þið eru að fást við miklu meira ekstrím aðstæður heldur en nokkur annar þarf að takast á við og það er bara gert ráð fyrir að þið séu sterkari einstaklingar andlega og líkamlega heldur en meðaljón, annars væru allir sérsveitamenn en mér finnst þetta oft ykkar þjálfun eiga heima í ég held að það hefði mjög margir mjög gott af því að kunna það sem að þið kunnið eða hafa lært það sem þið hafi lært. Já, mörguleiti samanlegaður í þessu og því sem þú varst að segja en svona til þess að kasta smá hógvarð á þetta þá hérna ítreka ég þetta að sérsveitir náttúrulega bara þetta er lögreglu unit sem er stóðdeild fyrir aðra lögreglumenn og í sjálfu sér eins og ég myndist á áðan að þarna bara við fáum tækifæri til þess að rækta ákveðna eiginleika sem við höfum og það er ákveðin forréttindi og hérna en líkamlegur og andlegur styrkur ég myndi segja að andlegi þátturinn sé í rauninni mikilvægari. Hefurðu einhvern tímann verið bara lagstur á kottan heimaður og þú ert restur út í útkall miðanótt? Já, það hefur komið fyrir og maður hefur farið úr barnaafmælum heima og ég hef staðið frá borðstofuborðinu á aðfangadagskvöld og þannig að þetta er streituvaldur alveg klárlega og mikilvægt að brenna ekki kertið í báða enda og geta haft jákvæð áhrif á sitt hugarástand þannig að maður sé bæði það að maður geti sett sig í rétt hugarástand til þess að takast á við þessi verkefni og svo líka hitt að geta slakað á þannig að eins og ég segi að vera alltaf svona yfirspenntur og hengtur upp á þráðir en alltaf bara gengur ekki til lengdar, það lifir það enginn af. Hvernig berjist þið gegn því? Hvernig eru menn þjálfaðir í því að geta farið í frí og ekki búast við að vera kallaður út við hvert tækifæri? Við erum að vinna norrænt samstarf það er að skila okkur góðu samstarfi við norrænu sveinar að það var fenginn danskur allan sé ekki hann er í það minnsta doktor hann er hámenntaður og var í mörg ára að vinna með afreks íþróttamönnum
þannig að við erum að taka mjög mikið út úr því sem að verið að vinna með á því leveli hjá afreksíþróttamönnum bæði í teymisvinnu og einstaklingsvinnu og þar skiptir þetta náttúrulega rosalega miklu máli að mín skoðun svo að það sé þegar að menn að keppa hvort sem það frjálsum íþróttum eða skíðagöngu eða hvað sem að lang flestir eru svipað líkamlega undirbúnir en það andlegi þátturinn sem að sker úr hver sigrar. Þannig að við höfum unni með þessum danska sérfræðingi og hann segir að þetta bara persónubundið og þannig við sínum strákunum bara reynum að leiða þá inn á þær brautir að þeir finni hvað virkar best fyrir þá sjálfa hvaða leiðir þeir nota hvort sem það öndunartækni, hvort sem það sjálfstal að tala við sjálfa sig og hugleiðsla, jóga bara það sem að virkar best sumum nægir að draga bara djúpt andan og hrista hendurnar og þá eru þeir tilbúnir aðrir þurfa að vinna meira með þetta og það bara þetta einstaklingsbundið og menn verða að finna þetta bara sjálfur og við reynum að gefa þeim tólin, verkværin og leiðirnar til þess að vinna sem best út úr þessu. Og að spyrja hvað virkar fyrir þig? Ert þú með eitthvað svona einhverja fasta sem þú rýnir í? Já, ég er með blöndu af öndunartækni og sjálfstali. Heldur þetta sé eitthvað sem að allir ættu að kanna hjá sjálfum sér, ekki bara fólk sem fyrir í sérsveit? Algjörlega og þetta náttúrulega bara kemur í rauninni beint úr sálfræðinni að þessi hugræna atferðlis meðferð sem að verið að nota í dag í varðandi kvíða og streitu, þunglindi og annað að þetta eru grunnþættir í því að þeir sem að kynna sér og byrja að stunda hugleiðslu og þetta jákvæða sjálfstal og tilenga sér aðferði til þess að koma ró á hugana að þetta er bara nauðsynlegt fyrir okkur öll, það er ekki spurning. Já, það er svolítið hlýtur að vera gaman að fá að kanna þennan hugarheim hjá sjálfum sér í vinnunni og fá aðstæða með það. Algjörlega og þjálfunin einmitt miðast mikið af því að við erum að setja strákana í allskyns aðstæður og við byrjum hverja æfingavíku á því að fara yfir hvað á að gera og hvetjum þá til þess að setja sér markmið fyrir bæði fyrir hverja æfingu fyrir sig og eins fyrir vikuna og svo langtíma markmið líka og við erum alltaf að hvetja á til þess að setja sér markmið á hverjum degi, undirbúa sig og síðan setjum við þá í allskyns aðstæður og svo komum við út úr þeim aðstæðum og annarkvort tökum við stutta fundi eftir hverja æfingu eða þá setjumst jafnvel niður og tökum lengri fundi og það sem við erum að ræða hvar varst þú, hvernig leið þér andlega, hvað varst þú að hugsa, hvernig varstu bara að bregðast við eða varstu að hugsa það sem varstu að gera og það farið við mistök og menn gagnrýna hvern annan og menn leita allra leiða til þess að gera betur næst. Þetta er þetta after action review? Já, þetta heitir það á ensku og þarna skiptir líka náttúrulega máli ekki bara það sem við gerum eftir og það er líka það sem við gerum á undan hverja æfingu að stundum segjum þeim nákvæmlega hvað þeir eru að fara að gera og stundum fá þeir ekkert að vita og þannig að við vöndum okkur alveg við heildarpakkan á því atriði sem við erum að þjálfa í hvert skipti að
alveg frá upphafi frá því fyrstu mínútu og alveg þangað til að við förum í þetta after action review að þá þetta útpælt hverju við viljum ná fram. Hvernig það, nú eru þið væntanlega þéttur hópur af mönnum og menn treysta hver öðrum enda búin að fara í gegnum ansi margt og þurfa að geta treyst hver öðrum í ákveðnum aðstæðum. Hvernig það að fara í svona after action review og vera að gagnrýna hvern annan og þarf ekki að búa til ákveðnar aðstæður þar sem menn í rauninni þora að tjá sig og þora að opna sig og náttúrulega kunna að taka gagnrýni? Jú, akkurat og það ekkert gefið sko að menn bæði kunni að beita gagnrýni á réttan hátt og eins og þú segir að eins líka eru við mörg mjög viðkvæm fyrir gagnrýni. Þannig að eitt af lykilgildunum okkar er þetta traust að við treystum hver öðrum og við byggjum það á þessari sameiginlegu reynslu sem við höfum allir að við höfum allir gengið í gegnum þetta nýlega námskeið þessa síu og við erum komnir þarna inn í þetta sérstaka vinnu umhverfi að við treystum hver öðrum og það engin leið fyrir neitt teymi að verða betra að ná okkur árangri. Það engin leið nema að það sé gagnrýni, það sé verið að fara yfir það sem er ekki gert samkvæmt þeim standardum sem eru settir. Það verður ekkert teymi betra nema að það sé heilbrigð og jákvæð og uppbyggileg gagnrýni við þau og farið yfir þau mistök sem eru gerð. Það verður engin þróun, það verður engin betri nema að horfa í eigin barm. Ég myndi alltaf að hugsa þegar þú ert að nefna þetta hvað örugglega mörg fyrirtæki hefðu gott að því að fara í gegnum eða sko að samanstanda af svona þéttum hóp sem er meðtækilegur fyrir gagnrýni og bara jafn náin. Algjörlega og við þekkjum það eru eins og til dæmis hún Hafrún sem handboltakona að hún heimsækir fyrirtæki og er að tala liðsheild þar og er með fyrirlestra og þetta er svona ákveðin iðnaður að fyrirtæki að kaupa sér þjónustu til þess að láta einhverja messa yfir starfsmönnunum sínum liðsheild og traust og gagnrýni og þessa þætti og það er náttúrulega ekki ástæðulausu sem að fyrirtæki er að eyða peningi í þetta því að já, eins og ég sagði á hann að ef þú ætlar að fá teymi til þess að verða betra þá er þetta algjörlega einna stærstu lykil þáttunum með því að teymi verði betra að þau geti sest niður og farið yfir og tekið klárað mistök að það er ekki nóg að ræða þau, það verður að klára og skilja ekkert eftir og halda síðan áfram. Ef einhver gerir mistök í æfingu eða í verkefni, eru menn látnir heyra það af hópnum? Þetta er svona já, það er ákveðin hvað ég var að segja stemming innan þessa hóps að þegar að traustið er gríðarlega mikið að þá myndi kannski fyrir þá sem að myndu komi inn í aðstæður hjá okkur þar sem að við erum að gagnrýna einhvern annan að þeir myndu svona kannski sjokkerast því að við tölum alveg tæpitingulaust við einhvern annan og já, við látum hvern annan heyra það en að sjálfsögðu náttúrulega erum við alltaf að vinna með það að öll gagnrýni verður að vera á jákvæðanótum, verður að vera uppbyggileg og en auðvitað kemur það fyrir þegar að menn er ekki með 100% einbindingu og kannski gera fleiri en ein mistök saman daginn þá fá þeir kannski ekstra mikið af já, hvað ég var að segja góðlallir í stríðinni.
Hefur þú lendið því sjálfur? Já, maður á alltaf sína ofta og þá maður er hann þann daginn og fær að heyra það bara og tekur því og skilar því svo bara síðar. Þú talar að það sem einkennir ykkur sem hóp er að þið hafi gengið í gegnum þetta nýliðanámskeið. Já. Ef að það situr svona, fyrir og eftir nýliðanámskeið, er maður breyttur maður? Já, 1994 þegar ég kláraði þetta að maður væri raunni í marga mánuði að melta hvað maður hafði gengið í gegnum og tilfinningin já, þetta er náttúrulega maður er búin að horfa á óteljandi viðtöl við fólk sem hefur verið að klára eitthvað svona, já setja ykkur með eða ná markmiðum sínum að þá er hljóðnið mér ekki fram á niður bara nokkru sekundum eftir að þau klára 800 metrar hlaupi eða eitthvað svona sem dæmi og það er oft fátt svör en það er kannski að því að fólk er ekki búið að melta þetta, það er ekki búið að átta sig á því hvað það var hvers konar tilfinning það er að ná markmiðum sínum og klára einhverju svona gríðarlega áskorun og það tekur bara tíma að koma þeim hugsunum að móta þær og átta sig á því hvað hefur runni gæst. Maður áttaði sig ekki á því fyrir mörgum mánuðum seinna að maður hafði tekið öll sín takmörk maður hélt að maður gæti eitthvað ákveð og maður tók þær takmarkanir og ég runni bara hentið þeim út á hafsauga maður svona kynntist sjálfum sér algjörlega upp á nýtt Já, þið eru látni gangi gegnum það mikið að þetta er oft niðurstaðan eftir þetta. Já, þetta er gríðarlega bæði andleg og líkamlega áskorun. Þetta er nýliðanámskeið, það er ég dreg engan dul á það og ég er ekkert að ljóst upp neinu leyndamáli með það að þetta er erfiðasta sem ég hef gert á ævinni og ég held að þú þarfst að hafa gengið í gegnum einhverja verulegar þrengingar ef að það einhver, sem að getur fundið eitthvað sambarlegt auðvitað náttúrulega eru menn að glíma við veikindi og missi og allt það og auðvitað er það gríðarlegar áskorunir fyrir fólk en til að aðgreina það frá þessu að þá er þetta eitthvað sem þú gerir sjálfviljur þetta er ekki eitthvað sem þú lendir í þetta er eitthvað sem þú ert að undirbúa lengi og að klára þetta er mjög sérstök tilfinning það er alveg ótt að segja það og maður er að breyta maður það er þannig Ég séð svona og ég held að flestir hafa nú allavega heyrt eitthvað af því svona Navy Seals training og inntökupróf í kringum aðra sveitir í öðrum löndum þá er oft mikið svona það hefur verið að útiloka ákveðnar fóbíur hjá þeim sem koma inn í þetta og fólki er haldið vakandi og kalt vatn og alls konar hlutir sem að maður svona maður lendur svo oft í því að hugsa þegar maður er ekki þreyttur ég held ég get alveg vakað í sólarhring en síðan þegar þú ert búin að vaka í sólarhring og það er búið að vera að poti í þig endalaust og þú ert búin að láta gera eitthvað líkamlegt og þú ert alveg að bugast er ekki svolítið verið að filtera út þar þegar að fólk vanalega gefst upp hverju það eru sem geta ítt í gegnum þessa ekstra múra sem að verða til í þessum aðstæðum sem þið búið til Jú, þetta er náttúrulega bara glíman sem á sér stað í hugan og þar kemur aftur þetta sjálfstal að þegar þessi litla rödd byrjar að bærast í huganum er þetta ekki orðið gott og ég ekki að fara að hætta þessari vitlis og ég er búin að vaka þetta lengi og búin að gera þetta margar arbeigur og eitthvað og alltaf ég er bara að fara að hætta þessu að geta hent þessari rödd bara kæft niður í henni og það segir okkur það að ef þú getur gert það í þennan x tíma sem að nýliðanámskeið er að þá hefur þessa eiginleika sem við erum að leita að það er alveg augljóst Hvað heldur þú hafi
skilið þig að áður en þú vissir að þú fórst í gegnum eða áður en þú vissir að þú hefur lokið nýlega prófunu, þá hefur væntanlega verið í hópa fólki og þú séð að aðrir í kringu þau voru að bugast eða bara brotnuðu gjörsamlega og komist ekki í gegn. Hvað manstu eftir hvort þú hefur hugsað hver var munurinn á þér og þeim sem að náðu ekki að klára próf? Nei, ekki á þeim tíma. Það er svona maður eins og ég segi, þegar maður var búin að melta þetta og átta sig á því, maður náttúrulega vissi ekkit hvað maður var að fara út í sko. Maður vissi ekkit hvað var verið að fara að prófa, maður bara hafði í rauninni enga hugmyndum, maður hafði heyrt einhverju sögur hvað væri gert og hvað væri ekki gert og þannig að maður áttaði sig enga veginn á því í rauninni og það tók talsvöld tíma að átta sig á í rauninni þessari djúpa pæling á bakvið þessi nýljánarskeið sko, átta sig á því að því að myndist á Navy Seals að svona, ég ítrek alltaf þegar að vera að tala sérsveitir að það er mikill munur á sérsveitum og lögreglu sérsveitum. Ákveðinni náttúrulega sameiginlegi þættir í þjálfun og þessu nýlega náskeiðum svona ákveðinni punktar sem eru svipaðir en nálgunin náttúrulega hjá sérsveitum og lögreglu sérsveitum er náttúrulega gjörólík, alveg svart og hvít að markmið lögreglu sérsveita er að reyna að koma öllum ósköttuðum út úr þeim aðstæðum sem hafa skapast og á meðan að sérsveitir hafa oft á tíðum allt önnur markmið eins og við þekkjum að oft á tíðum vilja þeir þá er það ekkit endilega markmið að allir komist óskaddaðir út úr aðstæðum en það er alltaf markmið hjá lögreglusjössutum að fara inn í aðstæður, koma á einhverju jafnvægi, stöðuleika og allir komist óskaddaðir heim. Þetta með að ná svona að sjá hvort að menn séu með fóbíur eða að menn bugist ekki í ákveðnum aðstæðum. Er það ekki væntanlega bara út af því að þegar þið farið í þessar aðstæður þá ert þú með liðsfélaga sem treyst á þig og þú sömulegis treystir á þá og ef þið lendið í einhverju klandri þá meiga menn bara ekki bugast. Líf þitt geti mögulega legið á því að viniðinir bregðist þér ekki og þeir náttúrulega treysta á að þú bregðist þeim ekki. Já, akkurat. Þetta er þessi sameiginlega reynsla sem að við byggjum traustið til hvers annars á að þú ert búin að ganga í gegnum þannig reynslu að það eru afskaplega litla líkur á því að þú munir bregðast félaganum í erfiðum aðstæðum. Það er búið að sannreina það með þessu nýlega námskeiði. Talandi fóbíur, við erum öll með þessar fóbíur og mismunandi grunnt á þeim. Aðalatriðið er bara höfum við þessi andlegu eiginleika til þess að láta fóbíurnar ekki stjórna okkur. Höfum við andlega styrk til þess að hvað var að segja, tala við fóbíuna. Beislan? Já, þú ert hérna, ok, komdu bara með mér. Þetta er ekkert mál. Það er svo erfitt að koma orðum að þessu en fóbíurnar eru alltaf með okkur og það sem að skipti mál er það að hafa stjórn á þeim og láta þær ekki stjórna þér. Nú finnst mér Ísland náttúrulega ekki með her en mér finnst eins og að margir leiti í her náttúrulega herskylda í þessum löndum en margir sækjast í herin upp á bara að fá ákveðin aga og bara svona sannreina sjálfan sig og ég trúi nú ekki öðru en að þú hefur líka verið svolítið að bara reyna á sjálfa þig með því að fara í sérsveitina og náttúrulega verið stoltur að því að hafa klárað svona próf. Já. Er þetta ekki bara ákveðin persónuleika þjálfun og ákveðin skóli að bara vera í þessu starfi? Jú, það er það. Mikill skóli og við erum alltaf í rauninni að velta fyrir okkur hvernig við getum orðin betri og leita að leiðum og skoða hvað þeir eru að gera
og eins að reyna að finna upp hjá sjálfum okkur hvernig verðum við betri og þannig að já, það er alveg hárrétt hjá þér að við já, maður segir stundum maður mælir með þessu við alla og þá kannski ég ekki að tala nýlega námski, ég mæli með því við alla að finna sér áskorun, vinna að því hörðum höndum að standast þessa áskorun og sigrana, finna sér nýja og vinna að því hörðum höndum að standast hana og sigrana, halda svona áfram og þannig verðum við betri manneskjur og okkur mun ganga betur í lífinu að takast á við það sem að lífið hendir framan í okkur. Fyrir hvað eru þið þjálfaðir? Kannski svona eftir nýlega námskeið eru þið komnir inn, en hvaða aðstæður eru þið búnir undir? Hvað vill ríkislögreglustjóri að sérsveitin geti tekist á við? Og svona með við þau útköll sem þú hefur farið í, við erum að tala um að þið eru að síga úr þyrlum í brjálugu veðri og þið þurfa að takast á við vopnað fólk. Já, það sem er kannski það sem svona kannski helsta áskorun í dag ef við skoðum bara það sem að gerast í Evrópu, þá var hryðjuverki bara í gærkvöldi í Evrópu, í Frakklandi, í Strasbourg og það er sem betur fer hérna á Íslandi ekki líklegt að þetta gerist en það eru örlitla líkur á því að þetta geti gerst hérna hjá okkur og þannig að við erum að fókusera á það að geta komið okkar mannskap á þennan vettvang sem fyrst í sem bestu ástandi með þann nauðsynlega búna sem að þarf til þess að takast á við hvert ástand fyrir sig og við reynum að svona átta okkur á því hvað er það sem að getur gerst hérna á Íslandi og fókusirum á það að hvernig komum við okkar mönnum sem hraðast með allan sinn búna á þennan vettvang. Og þeir eru þjálfaðir í því að skjóta og meðhandla skotvopn og þess að þar? Já. Fáum talsverða þjálfun í því en við sem myndist á aðan að yfir markmið okkar er alltaf það að koma öllum ómeiddur af vettvangi. Þannig að við beitum öllum ráðum tiltækum til þess að leysa úr málum og þetta er algjört síðasta úrræði og í algjöri neyð sem að við þyrftum að grípa til skotvopna. Þannig að við fáum þjálfun í allskyns öðrum hlutum líka. Við fáum þjálfun í fortölutækni, hvernig við komum inn á vettvang og metum hann og eru einhverjar aðrar leiðir mögulegar að leysa úr þessu á þess að beita valdi og erum þá líka náttúrulega bara sérfræðingar í öðrum valdbeitingatækjum lögreglunar, kylfu og gasi og reynum alltaf að nálgast allar aðstæður þannig að hvernig getum við komið öllum óskotuðum út úr þessum óútreiknanlegu og ofta tíðum lífshættulegu aðstæðum sem að stöndum frammi fyrir. Þannig að þjálfunin svona snýst að mestu það að ná tökum á aðstæðum og draga úr þessari lífshættu sem er á staðnum sem einhver hefur skapað. En þeir eru þá væntanlega líka þjálfaðir í því að í svona ákveðnum samningaviðræðum eða ekki? Jú. Er ekki oft sem þið þurfa að reyna að róa einhvern niður? Jú, og allir lögreglumenn í rauninni, það byrja strax í lögregluskólanum að fara yfir þessa hluti að samskipti við þá sem að lögreglan þarf að eiga samskipti við eru náttúrulega lykillinn að 99,9% allra mála
að hvernig samskiptin strax í upphafi að nota samningatækni, vera diplomat og það er það fyrsta sem er alltaf reynd að reyna að tala við viðkomandi ef það er hægt. Og þetta er alveg grunnurinn bara í löggæslustarfinu að byrja þarna verðum við að byrja að reyna að ná sambandi við þann sem að þarf að ná sambandi við og byrja að tala og síðan náttúrulega erum við með samningamenn, sérstaklega þjálfaða samningamenn sem að fá sérstaka þjálfun og það er í dag er það ekki sérsveitamenn, það eru bara lögreglumenn sem er kallaður samningahópur ríkis lögreglustjóra og það eru alveg ágætishópur og þeir hafa fengið þjálfun bæði hérna heima og eins erlendis og eru bara búin að þjálfa sig upp í þessari fortölutækni sem og eru sérfræðingar í því en allir lögreglumenn fá þjálfun, sérsveitumenn fá meiri þjálfun og svo erum við með þessa sérfræðinga, þessa sérstöku samningamenn. Mér finnst svolítið eins og að það veki upp smá óhug hjá fólki að vita af sérsveitamönnum á vettvangi. Þeim líður eins og ég sá bara að það var grein einhvern tímann á einhverjum netmiðli, fréttamiðli að 2 sérsveitamenn yrðu á þjóðhátíð. Mm-hmm. Þá, ég held að náttúrulega sé bara út af því að þá gerir fólk ráð fyrir það að sé einhver hætta og sé ástæða fyrir að þið séu kallaði til. Já. Finnur þú fyrir því að þú ert ekki lengur aðgerðarmaður? Nei. Sem er sem sagt þeir sem eru kallaðir út á vettvang. Mm-hmm. En fannstu fyrir því að almenningur var smeykur við ykkur eða einhvers konar litið hortnöga á ykkur eða annað slíkt? Nei, ég velti því sjaldnast fyrir mér og ég upplifði það aldrei að fólk er eitthvað óttaslegið við að sjá okkur. Ég hins vegar skil þá hugsun mjög vel að fólk tengir það náttúrulega við þá út af þessu hlutverki sveitarinnar að þeir eru kallaði til þegar það er eitthvað í gangi en það gleymir þá því að við erum oft líka að vinna með almennri lögreglu og erum bara að vinna hvað ég var að segja bara í sýnilegri löggæslu og það er einn þáttur löggæsluna sem að fólk kannski áttar sig ekkert svona almennt á að oft er lögreglun á vettvangi bara til þess að vera sýnileg. Það þarf ekkert að vera eitthvað þannig í gangi, heldur bara metur lögreglan það sem svo að þarna eru einhverju möguleikar á að eitthvað geti gerst að þá vill lögreglan sýna fram á við erum á staðnum og það er engin ástæða til óttast og en maður getur alveg skilið það að fólk svona fái þessi hugrenningatengsl sérsveitin á staðnum, hvað er að gerast það lítur að vera eitthvað hræðilegt Þú þjálfaðir í að takast á við hryðjuverkamenn algjörlega fólk leita bara tengingu eðlilega og þetta er mjög ríkt sem er nú rannsóknar út af fyrir sig náttúrulega ef maður velti fyrir sér Sturlungaöldunni og við vorum vopnaði víkingar fyrir einhverjum 100 árum síðan að þá er það í dag mjög ríkt í okkur Íslendingum að við viljum að lögreglan okkar sé óvopnuð og það er bara umræða sem er bara mjög þörf held ég að það þarf að ræða hvernig löggæslu við Íslendingar viljum hafa og hvernig viljum við sjá lögreglumennin okkar og þetta er bara mikilvægur umræða sem að þarf að eiga sér stað og flestir lögreglumenn held ég eru bara mjög sátti við það að vera óvopnaður í vinnunni, vera ekki vopnaður skotunum og vonandi verður íslenskt samfélag bara þannig áfram. Já, það er náttúrulega engin spurning, það vill enginn þurfa að beita skotvopnum og það vill enginn að lögreglan sé að það komi til þess að hann þurfa að vera vopnuð. Mm-hmm. En núna
finnst mér alltaf heyrast frekar lítið frá sérsveitinni þessi mál og fjölmiðlar eru svolítið fljótir að fylla upp í eyðurnar. Þú eins og koma hans inn á hérna í byrjun, það ekki allt sem ratar í fjölmiðla, öll mál sem þau þurfa að fást við. Þér finnst væntanlega, þú hefur séð þetta allt frá fyrstu hendi, finnst þér þörf á því að vera með skotvopn á sér? Eins og staðan á Íslandi í dag þá erum við að meta þetta þannig að það er ekki þörf á því. Það er ekki þörf á því? Nei, ég held að það sé ekki þörf á því að lögreglumenn gangi almennt vopnaðir skotvopn. Það er ekki þörf á því í dag. En á móti kemur þetta sjónarmið að grundvöllurinn að okkar starfi er lagður í lögreglulögunum og þar stendur mjög skýrt að hlutverk lögreglunar er að tryggja öryggi borgarana og hvernig við náum því markmiði að eins og ég myndist á aðan að okkar markmiði sérsveitarinnar er það að koma okkar mönnum sem fyrst á vettvang með þann búna sem að er nauðsynlegur og þannig teljum við okkur tryggja öryggi borgarana best og þannig að umræðan þessa hvort að lögreglumenn eiga að vera vopnaður skotvopnum eða ekki snýst þetta að hvernig tryggjum við öryggi borgarana best og það getur verið vandamála að þurfa að ná í nauðsynlegan búnað á einhvern annan stað að það getur í einhverjum ákveðnum tilfellum telt öryggi borgarann í hættu. Við komumst ekkert fram hjá þeirri staðreynd en Íslands samfélag er á þannig stað í dag og það er ekki þörf á því að lögreglumenn gangi vopnaði skotvopn. Nei, og mér finnst líka eins og oft þegar að ég kannast við nokkra sérsveitamenn bara út frá kynstöðum í gegnum tíðina, gegnum æfingar og þess að þar og þar alvegandi þá maður strax komin með þegar maður hugsa sérsveitina þá hugsa maður ekki bara einhverja gæja, þá maður strax komin með svona andlit við það að sérsveitin sé kölluð út, þá maður svona hugsa einstaklingarna sem maður þekkir og mér finnst oft smá svona tillitsleysi í umræðinu það að þetta eru menn sem að eiga fjölskyldur og þú veist, það er papp einhvers sem er að fara á vettvang eða sonur einhvers eða bróðir eða hvað sem það er þú veist, þetta er allt fjölskyldumenn og menn sem vilja koma heim til fjölskyldurinn sinnar á kvöldin heilir á húfi og þeir eru oft kallaðir út eins og í opinberum gögnum sem komu fram Hraunbæjarmálið það var skotið í til dæmis hjálm hjá sérsveitamanni að þurfa að fara í svona aðstæður það er ekki hægt að skrifa grein þetta eða tjá sig þetta og koma sér einhvern veginn í þessar aðstæður sjálfur eða skilur hvað er að fara fólk, ég held að það getur enginn sett sig í þessar aðstæður fyllilega. Nei, þetta eins og þú segir að við leggjum gríðarlega áherslu á það að við séum með fjölskyldumenn í sérsveitinni. Þið leggja áherslu á það? Já, við viljum ekki kúreka, við viljum ekki einhverja Lone Rangers kúreka sem að halda þeir geti leyst allt sjálfur og það er ekki þessir andlegu einleika sem að við erum að leita. Við erum að leita að ábyrgum mönnum og að þeir eigi fjölskyldur. Það skiptir gríðarlega miklu máli að þeir séu í traust og góðu sambandi og eigi börn og eins og þú segir að það eru sumir sem að grípa tækifærið og vilja gagnrýna okkur en að hluta til er það eins og þú myndist á að það svona hefur alltaf hvílt ákveðin leynd yfir þessari lögreglusveit og það er bara mjög skemmtileg umræða að taka eigum við að hafa allt upp á borðum eigum að hafa algjört gegnsæi það hvað við erum að gera á hverjum degi, hvernig við leysum hlutina
hvaða aðferði við notum til þess að leysa hlutina og annað og það er alveg að færa rök fyrir því að það sé allt saman bara opið öllum til þess að skoða en hitt sjónarmið kemur á móti að það gagnast afskaplega fáum að vita nákvæmlega hvernig við leysum hlutina á vettvangi. Það gagnast helst þeim sem að fara að brjóta af sér. Það góð punktur í þessu. Og þannig að það er það svona sjónarmið sem að hefur verið ríkjandi hjá okkur að við ekki að tala um aðferðafræði hjá okkur og hvernig við erum að nálgast hlutina en eins og ég segi, þetta eru þarna 2 andstæð sjónarmið sem að vegast á að samfélagið, hinn almenni borgari á að fá að vita allt um það hvernig lögreglan starfar og hvað hún má gera og hvað hún má ekki gera. Það er eðli réttaríkisins en við höfum litið svo á að með til dæmis þessari eftirlitsnefnd sem var stofnuð fyrir nokkrum árum að það sé ástæða fyrir því að það sé ákveðnir þættir innan löggjslunum sem að svona ég vil ekki kalla það leynd en svona að það sé allavega ekki gert opinbert fyrir alla, það sé ekki aðgengilegt fyrir alla á opinberum vettvangi hvað lögreglan getur hvaða aðferðafræði hún notar við að leysa ákveðin mál en með því að hafa utanakomandi eftirlitsnefnd sem að getur skoðað allt hefur aðgang að öllu og þá svona erum við að mæta þessum andstæðu sjónarmiðum að eiga náttúrulega ekki vera nein leyndarmál en ástæðan fyrir því að við trönum okkur ekki fram og erum ekki mikið í fjölmiðlum að meðal annars er út af þessu að það myndi vinna gegn okkur og það myndi þá jafnframt vinna gegn hagsmunum borgarana ef að brotamenn hefðu fullkomnar upplýsingar um það hvað við getum gert og hvernig við leysum málin. Já og líka náttúrulega hverjir þið eruð. Ég veit að sérsveitin fór einhvern tímann nálægt aldamótunum í innrás, kallast það ekki? Þegar það ráðist inn? Já, innferð. Já, til dæmis. Og þið funduð, innferð hjá glæpasamtökum og þið funduð þar komið sérsveitamenn að lista með eigin nöfnum og fjölskyldumeðlumum sérsveitamanna. Já. Hvernig að lenda í svona? Nú veit ég ekki hvort að þú lendir í þessu sjálfur en að sjá að glæpamenn og afbrotamenn að safna saman upplýsingum þig og börnið þín eða eiginkonu. Þetta ekkert sem að þið eru eflaust bara nokkri 20 manna sem að lendi í þessu á öllu landinu sko. Já. Þetta hefur við þessar svona sérhæfðu teymi lögregluteymi sem eru svona mest að eiga við hættulegustu brotamennina, fíkniefnadeildin og sérsveitin. Þetta þekkt út allan heim að það sé verið að safna skipulega upplýsingum lögreglumenn og ástæðuna fyrir því geta verið margvíslega. Það lögreglumennum oft hótað. Bæði gerist það bara á fyllirí niður í miðbæ en eins líka verið að nálgast lögreglumenn með hótanir og annað og þetta er því miður hluti af starfinu. Ég hef blessunlega sloppið við þetta sem betur fyrir, þó ég hafi unnið í báðum þessum sveitum að mér hefur verið hótað en ég hef ekki orðið var við það að það hefur verið safnað skipulega einhverjum upplýsingum mig og í störfum mínum og þá náttúrulega hef ég bara haft það markmið að eins og til dæmis þegar ég var í fíkniefnadeildinni þegar ég var með menn í gæsluvarðhaldi að
setja mig ekki í ykkur hlutverk, setja mig ekki í ykkur gýr, heldur bara vera ég sjálfur og koma fram með alla og sem að setja sig á okkur náan hest, að koma fram við alla með virðingu, geta tekið í hendina á öllum sem að þeim maður kveður þann sem að maður búin að eiga við sakmörning í ykkur málum, að geta kvattan með handabandi, að þetta var svona motto hjá mér sem að ég lærði mjög snemma í mínu starfi og það er kannski mögulega lykillinn að því ég sloppið svona tiltölulega vel út úr þessum leiðilega parti starfsins en þetta er klárlega eitt af því sem að lögreglumenn er að díla við, bæði almenn lögreglan fær mikið á hótunum frá ölvuðu fólki og veiku fólki og svo þessi sérhæfðu teymi eru að lendi í þessu líka. Já, það er svona, það er ekki margar starfstéttir sem er að lendi í þessu á Íslandi. Nei. En ég var líka að meta hvernig það er þarna kannski koma aftur að bara andlegu þjálfun að vera í stakk búin fyrir það en eins og í þessu að lendi í að sé skotið á þig sjálfan úr byssu eða í liðsfélagaðinn, hvernig heldur maður bara haus, hvernig er ekki auðvelt að bregðast persónulega við og bara missa sig? Jú, og þess vegna erum við á hverjum degi að þjálfa okkar menn í því að geta metið aðstæður, geta verið í því hugarástandi þegar maður kemur inn á vettvang, að geta metið aðstæður rétt, haldið rósinni, geta framkvæmt það sem maður þarf að framkvæma innan marka þessara marka sem okkur eru sett, lagareglur og verklisreglur og annað og þannig að þetta er það sem við erum að vinna með á hverjum degi að gera réttu hlutina við erum alltaf að reyna að finna upp einhverja nýjar aðstæður þar sem að við látum reyna á þessa þætti hjá okkar mönnum að þeir haldi rósinni, sjáu, skinni og meti allt sem er að gerast á vettvangi og út frá þeim upplýsingum taki réttar og skynsamlegar ákvarðanir og þetta er svona hornsteinninn í okkar þjálfun og okkar vinnu. Hefur þú sjálfur þurft að eiga við einhvern sem er vopnaður? Já, mér er illa við að tala einstök málin en það hefur alveg gerst. Og er þetta lenda sérstöðumenn í því að bara segja bara nei takk, ég fer ekki í þetta mál, ég er ekki tilbúin til að fórna bara sjálfum mér í þetta? Nei, það hefur aldrei gerst og er einmitt svona kannski er þessi síja sem að nýlega námskeið er að þú þarft að hafa gríðarlega mikinn vilja, gríðarlega mikinn metnað og ákveðna sterka hugsjón innbyggða í þér til þess að klára það og vilja starfa við þetta hlutverk að fara inn í þessa aðstæður. Þetta er það sem þú velur þér, þetta er það sem þú ákveður áður þú ferð á nýlega námskeið, þú veist að hverju þú gengur og þú þarft að hafa mjög sterka réttlætiskennd og hugsjón og metna fyrir því að klára þetta og þannig að nei, það þegar að menn finna að þetta sé einhver möguleiki að þær aðstæður geti komið upp á vettvangi að þeim lítist svo á að þeir bara segi eins og þú segir, nei takk, þetta er ekki fyrir mig þá náttúrulega bara hætta menni sér þá er þeirra tími komin og þegar þeir finna að þetta er staðreyndin þá hafa menn skynsemi til þess að segja já, nú bara þegar ég finn mér eitthvað annað að gera. Já, þið eru svona, já, hvað segir maður, það er engar aðra kosta völ þegar það eru hættulegar aðstæður. Þið hafið engan her til þess að
standa við bakið á okkur eða Nei, aðra sveit sem að hjálpar ykkur? nei, akkurat það er við erum beðnir að koma á vettvang og við getum ekki í rauninni beðin eina aðra að koma til þess að leysa það sem að stendur fyrir framan okkur. Við verðum að leysa það, við getum ekki kalla á neitt annan. Það er hins vegar þannig að við verðum að vinna mikið með norrænu sveitunum og talsveit mikið með Evrópusveitunum og evróskum lögreglusveitum og vera að æfa með þeim og annað og þetta er alltaf reglulega rætt geta sérsveitir aðstoðað hvora aðra sérsveit á milli landa og þetta er náttúrulega mjög stór spurning. Þetta er svona spurning marga lagalega þætti og það eru svona, margir annmarkar á því að norskur lögreglumaður myndi svona, ef við tökum sem dæmi, myndi koma hinga til þess að aðstoða íslenskan lögreglumann. Það er ekki í samræmi við gildandi lög og reglur en það er hins vegar hægt að gera samninga svona aðstoða milli landa og það er eitt af því sem er í skoðun en það náttúrulega tekur alltaf einhvern tíma, mun alltaf taka talsverðan tíma og það er þó helst í málum sem verið fyrir séð að myndi taka langan tíma að eiga við og leysa úr að það myndi geta komið upp að við myndum óska eftir einhverju aðstóð annars stað frá en eins og þú bendir á við sitjum uppi bara með það að við getum ekki hringt í neitt annan ekki nema bara að fá fleiri sérsættumenn á vettvang það er eina sem við getum gert. Það er þá væntanlega oft svona málin sem að engin annar vill fást við sem að þið endið á því að taka okkur. Já, svona í lang flestum tilvikum að þá er þetta þannig en lögreglumenn almennir lögreglumenn hafa náttúrulega í einhverjum tilvikum er frumkvæðis skyldan, þessi aðgera skylda sem hvílar á lögreglumönnum er þannig að þeir það er mjög vont fyrir þá að bregðast ekki við þannig að það hefur alveg gerst að almennir lögreglumenn hafa farið inn í aðstæður sem að svona öll í öfnum myndi kalla á það að sér þjálfaði menn myndi eiga við og það hefur oftast gengið sem betur fyrir. Ég veit að þú getur náttúrulega bara að tala fyrir sjálfa þig með þessar upplifanir af slíku en ég býst við að þú kemur að ansi ömurlegum aðstæðum oft, hvort sem það er heimilisofbeldi eða sjálfsmorð eða hvað sem það er. Ég ekki það að ég viti það en ég bara gerir ráð fyrir því að það er oft einmitt þið eru svona last resort þegar það er kall út. Hvernig er að koma heim eftir svona? Hvernig er að fara úr vinnugallanum og heilsa bara börnunum sínum og konu? Hvernig er ekki erfitt ofta að aðskilja þetta? Það getur verið mjög erfitt og það er mikil kunst að klæða sig úr lögreglufatnaðinum og skilja allt eftir á lögreglustöðinni. Undanfarin ár þá höfum við verið að vinna mjög mikið með svo kallaðan félagastöðning og það er svona prógram sem að er búið verið að innleiða í lögregluna. Áður fyrir þá var þetta náttúrulega bara gamla góða, það átti ekki að tala hlutina og menn byrjaði þetta bara inn í sér og svo en sem betur fyrir í dag þá er þetta þannig að flest málin eru þannig að maður næra að tala um þessi erfiðu mál við félagann að þá nær maður svona þessari fyrstu úrvinnslu en þetta er náttúrulega klárlega svo bendir á að þetta er starf sem hefur áhrif á fjölskylduna það er ekki spurning og ég veit það bara sjálfur að
þetta hefur haft áhrif á konuna mína og börnin og það er bara eitthvað sem að þau verða að reyna að fyrirgefa mér. Þetta er ekki starf sem ég ætlaði að fara í, það er gaman að segja frá því að ég ætlaði að verða, þegar ég útskrifast úr menntaskóla þá var ég á leiðinni með vinni mínum í kvikmyndalegstjóranám í Kanada. Nei. Jú, ætlaði að verða kvikmyndalegstjóri, það var draumurinn. Tók hérna svo sumarjobb og festist í þessu starfi. Þetta er dálítið magnaður. Mjög margir lögreglumenn sem að hafi mitt þessa sögu að segja að þeir prófa þetta í sem svona, afleysingamenn til að byrja með og fjölbreytileikinn og það eru margir jákvæðir þættir í þessu starfi. Það er náttúrulega margir mjög erfiðir neikvæðir þættir, en það eru líka margir jákvæðir þættir í þessu starfi og einn af þeim er til dæmis fjölbreytileikinn og annar er það að þú ert í stöðum samskiptum við fólk. Þau eru ekki alltaf neikvæð, þau geta verið jákvæð og þú ert ofta aðstoða fólk og hjálpa því og þetta heillaði mig alveg gjörsamlega upp úr skónum á sín tíma. Fyrir þetta þannig að ég fekk ekki inngöngu í þennan skóla sem ég var að reyna við. Það var svo mikið að gera í menntaskóla hjá mér við hvað annað heldur en að læra ég var ekki með nóg góðar einhvernir, kannski sem betur verið, ég veit það ekki. Ertu sáttur í starfi í dag? Já, ég get alveg sagt að þetta starf hefur gefið mér margt en eins og ég myndist á að þetta hefur áhrif á alla fjölskylduna, það er ekki spurning það að vera lögreglumaður og það tekur sinn toll og eitt sem er sameiginlegt með mörgum lögreglumönnum að það myndast svona nýr vinahópur. Sem sagt þá hópur lögreglumanna? Já, oft er það að maður heyri það að lögreglumenn svona fjarlægast þessa æskuvinnu og menntaskólavinnu og annað svona stundum bara ekki samleið og þannig að það er svona það eru margir fylgifiskar með þessu starfi sem að maður svona hefði viljað sleppa við en á móti kemur þetta að maður verið svo lánsamur að geta aðstoða alveg ótrúlega mikið af fólki og hjálpa því og það er ótrúlega gefandi. Ég geti trúið að eitt af því sem að einkennir ykkur í sessutunni er ákveðin svona lífsfylling sem er fáið út úr því að tilheyra svona hóp. Já, það er þetta bræðralag sem að ég talaði að ég fór þarna eftir 5 ára sessutunni, þá fór ég yfir í annað svona kannski svipað, það var mjög þéttur hópur sem að ég fór inn í þar en þetta enga síður það tókaði í mig að það er þessi grunnur, þessi sameiginlega reynsla sem við búum allir að og það er rosalega erfitt að lýsa því með orðum svona, hvernig það er að tilheyra þessum hóp. Ég á mjög erfitt með að festa fingur á það hvernig ég get útskýrt að ekki nema bara svona á almennum nótum að þetta þarna er mikið traust á milli manna og náin samskipti og myndast oft ævilangar vináttur á milli manna sem að ná út fyrir starfið og þetta er svona þetta dró mig allavega aftur inn í þennan hópa að hvað þetta er ótrúlega þéttur og traustur hópur gríðarlega samansafna af mönnum sem að bera fullkomið traust til hvers annars og erum náttúrulega með svipuð áhugamál. Við náttúrulega erum mikið að hugsa líkamsrækt og hvernig við verðum betri. Við erum alltaf að velta því fyrir okkur, hvernig við verðum betri og við erum alltaf að skora á hvern annan í allskyns villisur og hvort sem það er líkamlega eða andlega. Förum mikið í fjallgöngur og gerum mikið á svona,
við erum sífellt að setja ykkur lítil markmið og áskoranir og hérna, takast á við það saman. Já. Bæði í vinnunni og utan, eins líka utan vinnu. Já, eru menn að setja sér einhverjar áskorunir og markmið tengd líkamlega heilsu utan vinnunar? Já, það var voru 2 núna í þessu í Hengilslaupinu þarna. Já, Últra. Já, Últra þarna dæminu. Margir okkar hafa farið Laugaveginn þarna, tekið þátt í því hlaupi. Það var minn farið á CrossFit leikara. Já. Og það sport hentar okkur mjög vel, CrossFitið, það svona blanda af styrk og þoli. Hvaða líkamlegu kröfur eru gerðar á okkur? Það eru þrektest á hverju ári og það er blanda af þol og styrk og þannig að þarna kemur CrossFit sterkt inn að það er kunst eins og þú þekkir sjálfur og verið í CrossFit að vera á sama tíma sterkur og hafa líka þol til þess að geta hlaupið og það er þetta sem að við erum að letast eftir. Við hlaupum svona, millivega hlaup, við erum með bæði 3 km test og 5 km test og þurfum að hlaupa það á ákveðnu tíma og svo eru svona styrkæfingar sem við erum með líka og þetta hefur verið í þróun, svo eru ákveðnir þættir sem eru prófaði líka áður en þú kemur inn í valferlinu fyrir nýleganáskið. Þar eru svona bæði þol og lengri hlaup og eins líka svona styrkleika test. Þannig að það er svona styrkur og hlaupatest. Það er gerð sem sagt krafa á því haldið ykkur alveg í líkamlegu formi. Já, það er þrektest á hverju ári. Já. Þú, þegar við vorum að tala með að taka vinnuna með sér heim, hefur einhvern tíma verið nálægt í að brenna út í starfi? Já, það má segja að ég hafi gert það ekki í sérsvitinni, en það má segja að ég hafi gert það þegar ég vann í fíknideildinni þarna árunum 2000 til 2005. Þá fór ég þá held ég að ég hafi verið svona einna næsti á ferlinum að finna þessa bruna tilfinningu. Hvernig lýsir það starf sér? Bara samanborið við sérsveitina? Er það meira skrifstofvinna? Já, það er bæði, sko. Það er þeir náttúrulega eru mikið af, þetta er svona frumkvæðisvinna, þannig að þeir eru nú oft úti á vettvangi og eru að vinna úti, en þetta er líka mikil pappisvinna. Það er verið að undirbúa yfirherslur og það er verið að vinna með sönnunargögn og afla sönnunargagna og þannig að en metnaðurinn í þessum hóp sem að ég var í á þeim tíma var gríðarlegur. Við unnum alveg oft á tíðum unnum við í rauninni miklu meira heldur en að var holdt fyrir okkur en við náðum árangri og þannig að það var ansi oft sem að maður hringdi og þurfti að tilkynna það, maður var ekki í mat eða kemist ekki í barnaafmælið og ég kemi kannski á morgun heim og vinnu og ég gæti hugsanlega þurft að vinna og ég gæti hugsanlega þurft að fara út á land og við sjáumst kannski í næstu viku. Svona símtöl þurfti maður að bjóða eiginkonun upp á og ótrúlegt að mann hefði ekki verið skilað. Verið skilað. Þú varst öryggisvörður á Ólympíuleikunum. Já. 96. Já. Í Atlanta. Já. Segðu mér aðeins frá því, hvernig var sú upplifun? Já, það er skemmtileg saga. Það er þetta byrjaði þannig að Amerikanin ákvaða að prófa svona nýtt módel við öryggisgæslu á leikunum og
þeir auglýstu eftir sjálfboðaliðum við öryggisgæslu, ekki við löggæslu, heldur við öryggisgæslu á Ólympíuleikunum. Og þetta byrjaði þannig að þeir höfðu samband við norðmenn sem voru að fara að halda vetrarólympíuleika þarna 98 og svo Ástrali sem voru að fara að halda Ólympíuleikana 2000, þannig að næstu Ólympíuleika á eftir. Og út frá því að þeir töluðu við norðmenn og Ástrali þá var þessi hugmynd til að búa til prógram þar sem að í rauninni fleiri lögreglumönnum bara út allan var boðið að koma og vinna við öryggisgæslu. Og þannig að það að með minnir hafi verið á milli 2000 og 2500 lögreglumönnum víðsvegar úr heiminum sem að skráðu sig í þetta prógram. Okay. Og við vorum nokkuð stór hópur af íslensku lögreglumönnum sem að skráðum okkur í þetta og fórum þarna út og þetta var ótrúlegt ævintýri sko. Við komum þarna út og eiginlega bara í rauninni frá fyrstu mínútu þá svona hrundi þetta prógram hjá Amerikanum bara algjörlega. Við sátum út á flugvelli í 3 tíma og þá búið að segja okkur að við erum sóttir en við byggðum í einhverja 3-4 tíma út á flugvelli og við áttum að fá okkur einkennisföt og það stóðst ekkert af því og svo fekk maður kannski eina skyrtu eftir 3 daga og svo fekk maður buxurnar eftir 5 daga og það náttúrulega var ekki til þeim stærðum sem það náttúrulega fyrir einhverjum mörgum mánuðum síðan hafði maður sendt út sko skyrtaði númer 42 og mittismál og sít og sendi mjög mikið upplýsingur sem maður sendi fyrirfram. Þannig að maður fekk á tilfinningunni þegar maður fór út í þetta væri að kanni væri með þetta allt á tæru en svo bara komum við út og það stóðst ekkert af því sem hafði verið talað Við vorum settir í Atlanta sem náttúrulega í Suðurríkjunum og við vorum settir í menntaskóla í fátækrahverfi sem var svona daldi talsvert langt frá sjálfum Ólympíuþorpinu sjálfu og einn af stöðunum sem að þessi lögreglumenn voru settir að það var campus og þannig að ég var þarna í menntaskóla það sem var í miðju fátækrahverfi í Atlanta sem að var talsvert mikil upplifun og að segja það Hættulegar aðstæður? Já, við vorum að upplifa það að það var sett upp einhvern hlið og svona að reynda að stýra aðgangi inn á svæðið en okkur fannst oft á tíðum að það væri fólk inn á svæðinu sem hafði ekkert erindi þarna inn og við sáum þarna karlmenn sem að augljóslega voru í glæpagengjum sem voru að keyra þarna framhjá og svona, höfðu uppi svona ógnandi tilburði gagnvart okkur þarna náttúrulega vissu það að þarna var hópur af löggum sem var ekki vinsælt þarna í þessu hverfi þannig að þetta skapaði heilmikið af vandamálum og síðan verður þarna sprenging í Ólympíugarðinum á Atlanta, ekki stór en það særast þarna einhverju aðra, þetta var ekki stór sprengja en enga síður verður þarna sprenging í ruslatunnu þarna á Ólympíuleikunum þannig að þetta var mikil lífsreynsla að fara þarna. Fariði margir í einhverju svona ferðir sérstamenninni til þess að bara undirbúa okkur undir það sem bara fá að kynnast því sem að gerast út í heimi? Við förum í dag erum við mest að fara bara á heimsækja aðra sveitir og æfa með þeim og kynna okkur hvað þeir eru að gera og hvernig þeir eru
að leysa úr þeim málum sem að þeir tækla. Það hafa farið sérsveitarmenn í löggæsluverkefni, friðargæslu í Bosníu á sínum tíma. Í Afganistan fóru nokkrir sérsveitarmenn í friðargæslu. Það hefur ekki verið, orðið talsvert síðan að einhverju sérsveitarmenn hafa farið í svona, þannig verkefni erlendis. Manni finnst sko einhvern veginn svona litla saklausa Ísland vera eitthvað svo viðkvæmt og óvarið og að koma líka svona reglulega, ég finnst ég allan að séða nokkur svona fréttir af svona erlendum og herþjálfuðum glæpamönnum sem koma til Íslands. Er það ekki líka svolítið ókvöngjandi staðreynd að menn að koma hingað til landsins og þeir eru búin að gangi í gegnum mögulega bara svipað þjálfun og þið? Já, við svona hugum okkur nú við það að þó að sé herskylda í sumum af þessum löndum að þá hefur nú snjóað kannski aðeins yfir þá þjálfun og þeir fara ungir og eru kannski ekki mjög lengi í hernum og sumir fá ekki þessa bardaga þjálfun sem að við ættum að hafa einhverjar risa áhyggjur af en enga síður að þá þetta staðreynd að brota af því fólki sem að kemur hingað til lands að örlítill hluti af því fólki eru glæpamenn og einhverju þeirra hafa þessa þjálfun og við höfum þurft að eiga við þá og það er gríðarlega áskorun en sem betur fyrr að þá hefur er það þannig bara í rauninni með alla þjálfuna að ef þú sinnir ekki þeirri þjálfun sem þú ert með að þá náttúrulega þá snjóa nú dálítið yfir hana svona, tala nú ekki eða líða einhver ár. Hljótið þið sjálfur bardagaþjálfun? Já, við skoðum allar aðferðir sem að passa inn í okkar löggjöf. Þann ramma sem að við búum við þurfum að starfa eftir ýmsum lögum, ýmsum reglum og verklagsreglum og ef þetta passar inn í þessi neyðarétta sjónarmið sem á okkur hvíla og passar inn í þessar reglur að þá tilengum okkur það en bardagaþjálfun, ég veit ekki hvað ég var að segja við fyrsta markmið eins og ég minnst á áðan að þurfi ekki að beita valdi. Einmitt. Það er alltaf markmið númer 1, 2 og 3. Það er þessi meðalhófsregla eða ekki? Já, það er að beita eins og það er svona grunnurinn í henni er að beita eins litlu valdi og nauðsynlegt til þess að yfirbuga mótspyrnu. Einmitt. Hvað er svona það erfiðasta sem þú þurft að glíma við í starfi og þá er ég aðalega að tala sem svona aðgerðarmaður og þá er það eiginlega meira bara svona barnsleg forvitni hjá mér hvað það er það er eitthvað svona heillandi og spennandi við þessar hættulegu aðstæður sem þið þurfa að fara í út af því að það er ekki hægt að tala við marga aðra á landinu sem þurfa að gera það sem þið eru að gera. Nei. Já þetta eins og ég sagði á hana við erum svona illa við að tala einstök mál og hvílir náttúrulega á okkur þagnarskylda varðandi það að tjási það en ég hef bara fengið eftir sum verkefni þá hefur maður sest niður og í rauninni bara verið rosalega þakklátur fyrir þá þjálfun sem maður hefur fengið að geta sest niður og hugsað, þjálfararnir voru búin að sjá þetta fyrir, þeir voru búin að setja okkur inn í svipaðar aðstæður og leiða okkur í gegnum hver væru skynsamlegustu leiðina við að leysa úr þessu og það er kannski það sem að hefur setið eftir þessi erfiðustu mál að þegar maður fór yfir þetta í huganum gat ég gert eitthvað betur hvað gerði ég rétt
og þá það þessi tilfinning að þjálfunin og hún skilaði sér og já, það er mjög góð tilfinning. Þú ert ekki hættur í að þjálfa sjálfa þig eða hættur í þjálfun. Þú varst á leiðtoganámskeiði FBI í sumar eða hvað, eða fyrra? Já, í fyrra haust þá var ég þessi, já, var ég valinn til þess að fara til Quantico í Bandaríkjunum. Þar er stjórnendanám sem að FBI býður upp á að þeir eru að taka hjá sér svona kapteins og lögreglustjóra og þetta efra stjórnunarlag í lögreglunni hjá sér, að þeir taka inn 2-3 ári svona 200 manna hópa af sínum yfirmönnum í lögreglunum út alla Ameríku, öll fylkin, og inn í þetta prógram hafa þeir sett 20, svona yfirleitt í kringu 20 sæti fyrir lögreglumenn út allan heim. Þannig að við Íslendingar höfum verið að senda þriggja ára fresti skulum við segja. Hefur Íslendingu fengið að fara í þetta nám hjá þeim, og þetta er bara svona stjórnendanám sem náttúrulega bara miðast að löggæslu, stjórnun í löggæslu, og var bara mjög skemmtileg áskorun og mjög krefjandi nám og mjög athyglisvert að kynnast löggæslu í Ameríku, því að hún er á margan hátt ólík okkar nálgun Evrópumegin. Mjög umdeild. Já, mjög umdeild og en þeir náttúrulega eru líka að klíma við aðra menningin í mörgum ríkjum Bandaríkjanna er bara allt öðruvísi heldur en þessi evrópska menning, og þeir eru til dæmis að eiga við stóran hóp fólk sem að kalla sig sovereign citizens, sem að eru búin að segja sig úr lögum við hvað ég var að segja, allríkið, þessa allríkis hugmynd, borgar ekki skatta, er ekki með númer á bílunum sínum og svona lifir fyrir utan þetta hefðbundna samfélag, og þessir aðilega til dæmis þeir viðurkenna ekkert lögregluna sem slíka. Það er bara eitthvað vald sem að þeir telja sig ekki þurfa að beygja sig undir. Þeir hafi ekkert valdi yfir sér og hafi enga rétt á því að hafa neina afskipti af sér. Og svo náttúrulega svona sem betur fyrir Ameríkanan er þessi byssumenning þeirra, þessi sem að þeir segja, hluti Ameríkumanna segja þessi stjórnarskrárbundin réttur þeirra til þess að bera skotvopn. Og ég man það var mjög sérstakt að sjá. Ég fór á einhvern skyndibitastað í Norður Karolínu og sá þar bara mann með skotvopn í beltinu, bara almenna borgara út á skyndibitastað bara. Þú varst ekkert með eitthvað ósjálfur viðbröð að takla niður? Nei, það náttúrulega maður hefði náttúrulega átt að gera það en svo betur fyrir myndi ég hvar ég var staddur og gera það ekki en þetta var fyrir Íslendingi var þetta svona, mjög spes en mjög svona, stjórnundanámið náttúrulega bara er alþjóðlegt, sko, þessi nálgun í stjórnun að það er eitthvað sem er bara alþjóðlegt og var alls ekki ósvipað þeirri nálgun sem við erum að vinna með í Evrópu, sömu grunngildi og allt það, en það var svona helst þegar að það var alltaf á miðvikudögum að þá var svona case study að þá var fengnir lögreglustjórar eða vettvangsstjórar frá stórum atburðum sem voru að fara yfir mál. Við fengum til dæmis fengum einn af þeim sem að stýrðu aðgerðum í hryðjuverka árásin í Boston. Já, okay. Í Boston Marathon,
og það var gríðarlega athyglisvert að fá innsýn inn í þetta sem að þeir eru að díla við. Eina af stóru áskorunum hjá þeim á svona stórum vettvangum það að það geta komið 10-15 mismunandi lögreglulið á vettvang. Já. Að samræma öll þessi lögreglulið sem að koma á stóra vettvanga getur verið bara virkilega stór hindrun sem að þarf að yfirstíga sko á þessu stórmálum sko. Og hvað tekur þú út úr svona námskeiði? Ég tók náttúrulega bara fyrst og fremst þessu að þetta er í samstarfi við University of Virginia, háskólann í Virginia, og þetta var bara háskólann sem ég fekk eininga fyrir og þarna var verið að kenna bara alþjóðlega stjórnun bara sem að vera að heimfæra bara stjórnunarfræði, almenn stjórnunarfræði sem eru almennt viðurkennd í dag bara við stjórnun fyrirtæki, vera að heimfæra það yfir á stjórnun lögregluliða. Já, það er skemmtilegur þessi linkur á milli. Þetta er til dæmis eins og kannastu við hann Jocko Willing? Já. Hann til dæmis þessi Navy SEAL gæi sem að fer og greinir svolítið vel frá sínum störfum eða því sem hann lærði af sínum störfum í hvað segir maður, SEALs training í Bandaríkjunum og þessum svona hersveitaræfingum og heimfærðar yfir í bara daglegt líf og náttúrulega stjórnun fyrirtækja og að halda fyrirlestra fyrir stjórnundur fyrirtækja og skrifandi bækur sem eru bara haldast endalaust á topplistanum. Akkurat. Þannig fólk þið eruð í mjög svona general bara svona lífsþjálfun virðist vera. Já, algjörlega. Og margt af þessum grunngildum svona, er þetta heimfæra með ákveðina aðlögun, er þetta heimfæra þessi grunngildi bara inn í já, bæði bara hvernig maður sjálfur verður betri og eins fyrirtæki, hvernig þau geta náði besta út úr sínu mannskap. Það er svona, já, það er með ákveðina aðlögun að þá er þetta að færa þessi grunngildi sem að við fókusurum á yfir í það að auka lífsgæði bara já, venjulegs fólks og eins líka eru þarna grunngildi sem að virka mjög vel fyrir fyrirtæki. Er eitthvað svona sem að þið finnst vera bara þetta að vera kennt í grunnskólum sem að þú hefur fengið bara því forréttindi að læra í þinni vinnu? Já, ég ekki sem einhver ádela á menntakerfið. Nei, alls ekki. Já, algjörlega og við náttúrulega stöndum frammi fyrir því að unga fólkið okkar er að glíma við allskyns áskoranir og maður heyrir það að sumt ungt fólk er í verulegu vandræðum með kvíða bara til að svona taka það sem dæmi að auðvitað finnum að fyrir kvíða það er eitthvað sem við öll erum að glíma við en það við höfum leiðir til þess að læra að lifa með honum og hafa stjórn á honum og það er eitthvað sem að ég myndi segja að væri gríðarlega gott. Það er gaman að segja fyrir því að afastrákurinn minn er í Hjallastefnunni og þau eru að kenna 2 ára börnum jóga. Þú veist, mér finnst það alveg ótrúlega spennandi. Já. Þetta frábært og pjakkurinn minn afastrákurinn, hann settist niður daginn og til að takast á við ákveðin vonbrigði og þá settist hann niður og sagði ég þarf að kjarna mig 2 á hálsás. Þannig að þetta er hægt og bara byrja nú að snemma að vinna með þetta já, í rauninni þú veist ég ólst upp við ákveði áreiti á mínum úlingsárum og ég gerir mitt besta til að reyna að setja mig inn í það sem er að gerast hjá unga fólkinu í dag
allir samfélagsmiðlendir og allt þetta áreiti og Snapchat stjörnurnar og smá skot að það er verið að setja ákveðna standarda fyrir unga fólki okkar sem að getur verið oft á tíðum mjög erfitt að ná og þau eru að reyna að máta sig inn í aðstæður sem að eru kannski svona, já, hvað maður að segja sýndar veruleiki kannski að það veldur kvíða og vonbrigðum þegar að þau ná ekki að máta sig inn í allt þetta áreiti og allar þessar myndir og allir þessi myndskeiða sem hefur verið að sýna, já, sem ofta tíðum í raunveruleikin ekki lífið eins og það og þessna finnst mér það, já, eitt af þessu sem að við vinnum með á hverjum degi þetta sjálfstal að vinna að því á hverjum degi að halda, já, hvað maður að segja, halda rósinni, að láta ekki áreitið ná tökum á manni, að hafa stjórn á áreitinu og það geta allir lært það þarf enga sérstaka eiginleika til þess en ég tel þetta gríðarlega mikilvægt fyrir ekkert bara unga fólki, bara fyrir okkur öll. Og eins og með þetta áreiti og hvernig fólk getur barið niður sjálfsmynd með því að horfa á efni sem að það bara hefur kannski ekki gott að því að vera að horfa eða taka inn. þá er sömulegis til hellingur að jákvæðum hlutum að núti og með bara svona, ekki það ég ætla að taka þetta spjall í það átt, en með þetta bara í huga að nú er öllust vonandi einhverjir ennþá að hlusta. Já, vonandi. Sem getur þau tekið eitthvað frá þér? Er eitthvað svona sem að þú myndir vilja leiða áfram niður til, þú veist, eins og barnabarnins þíns eða barnanæðina, einhver svona gildi eða aðferðir sem að þú notar til þess að takast á við lífið út af að þú hefur fengið að þjálfa þig í því, svona í gegnum vinnuna? Já, ég hef lært mjög margt á þessum 32 árum og kannski stærsti lærdómurinn sá að það skiptir rosalega miklu máli hvernig þú kemur fram við fólk að tileinka sér virðingu í samskiptum við alla sem þú hittir að bæði líður manni sjálfum betur og eins að þá vonandi í einhverju tilfellum að þá er maður ekki að valda einhverju vanlíðan annar staðar og þetta er ekkit stór áskorun fyrir fólk að horfa á það hvernig vilt þú. Þetta er náttúrulega bara gamalt og gott gildi og sumir segja klísja en það er ástæða fyrir því að klísja er kölluð klísja. Þetta er yfirleitt eitthvað sem að margir hafa sagt og margir vilja benda á og þess vegna heitir þetta klísja en þetta er gott grunngildi fyrir sig og gott leiðarljós í lífinu að vanda sig í samskiptum við þá sem í kringum hann, standa manni næst og alla aðra og kannski líka hugsa hvernig maður kemur fram við sjálfan sig og hvernig þetta sjálfstal ef að það er alltaf á jákvæðum nótum, hvernig þú varst að tala við sjálfa þig að notaðu sömu taktík á alla aðra sem í kringu þig. Góða punktur. Ég talaði við talaði við 3 aðila sem þekkja tíðin og þeir tóku allir, eitt af því fyrsta sem við sögum mig var til að byrja með að vera grjótharður. Já. Og líka að þú væri með ákveðna möntru sem ég veit ekki hvort það tengist ekki sérsveitinni eða bara eitthvað sem að þú er búið til, varandi það bara að gefast ekki upp. Já. Er þetta bara eitthvað sem er fylgtir í gegnum lífið? Já, ég er borgarbarn, ég er Reykvíkingur en ég var sendur í sveit sem krakki var 8 ára pjakkur sendur
í sveitavinnu og flest unglingsári mín var ég að vinna já, oft á tíðum erfiðisvinnu sem pjakkur og ég vil meina að það hafi skilað sér þegar ég fór á nýlæðanámskeið að borgarbarnið kláraði þetta og já, það einhvern veginn hefur það kom aldrei til greina á nýlæðanámskeiðinu, þessi hugsun kom aldrei upp hjá mér að gefast upp og Er þetta svona létt próf þá? Þetta var ekki létt þetta var erfiðasta sem ég hef gert á æfinni það alveg á hreinu en það má segja að eftir nýlæðanámskeið þá hef ég getað rifið þessa blaðsíðu úr lífsbókinni að hún var einhvers staðar aldrei notuð en ég reif hann úr lífsbókinni minni kaflan eða blaðsíðuna sem er fjallað að gefast upp ég gat hent henni Hún gefst aldrei upp, það já, hún fyrst að staðfest Nei, já, að við komum alltaf að einhverjum veggjum í lífinu en það er alltaf það er kannski ekki alltaf hægt að hlaupa í gegnum þá en það er þá möguleiki að klifra yfir þá eða komast til hliða við þá og það er alltaf hægt að finna einhverja leiðir út úr sama hvaða aðstæðum við lendum í þá er alltaf leið það er mín sannfæring Var ekki líka bara alltaf standardin settur með því að klára þetta próf bara að þegar þú lendir í ykkur erfið að geta það sagt bara herru, þú kláraðir þetta inntökupróf, þú ert ekki að fara að gefast upp Nei, það var fyrsta tilfinningin sko að manni fannst maður í rauninni það var ekkert sem að gat það var ekkert sem að maður ekki gat það var fyrsta tilfinningin en sem betur fyrr kom síðan svona ákveðin hógværð og auðmýkt svona blandaðist inn í þær tilfinningar svona fljótlega eftir að maður kláraði þetta námskeið og maður áttaði sig á því að það eru leiðir það er ekkert í rauninni sem að maður stendur fram fyrir í lífinu það er leiðir til að leysa allt ég er sannfærður það Magna við erum búin að tala svolítið þennan hóp sérsveitarmanna og það er alltaf þetta er allt kallmenn Af hverju það hefur aldrei neinn kona verið í sérsveit eða hvað? Nei, því miður við höfum fengið nokkra umsækjendur inn á valferlið og það er langt og strangt eins og ég hef farið yfir og það eru mörg próf núna fyrir þetta námskeið sem að verður næsta haust að þá voru 2 umsækjendur kvenkins, 2 konur lögreglukonur og því miður að þá eru þær ekki lengur í hópnum það hafa verið mjög hraustar lögreglukonur sem hafa verið mjög nálægt í að fara inn á nýlæðanámskeið en það eru helst þessar líkamlegu kröfur sem að við gerum það er ákveðni líkamlegu þrektest sem að við setjum og lögregluskólinn er með kynjaskipt þrektest hjá sér en við höfum ekki verið með kynjaskipt þrektest, við höfum bara með 1 þrektest og það eru margar ástæður fyrir því að við erum með hlaupatest og styrktest og eina af ástæðunum fyrir því er svo að við erum að fara inn í aðstæður þar sem að við getum ekki reitt okkur á að aðrir komi inn á eftir okkur. Þannig að ef eitthvað kemur fyrir okkur inn í mjög erfiðum aðstæðum að þá verðum við að geta treyst því að allir meðal þyngd sérsættumanns sé ekki svona kannski 100 með öllum búnaði, sé alltaf á annað 100 kíló, alltaf yfir 100 kíló, ekki nema þeir sem eru léttastir sem eru þá rétt undir 100 kíló en við verðum að geta treyst því að félagin okkar geti dregið okkur með öllum búnaði, geti dregið okkur í skjól ef við særumst eða meiðumst á einhvern nátt og
getum ekki staðið undir sjálfum okkur þá verðum við að geta treyst í að félagin taki okkur, setja okkur í skjól og geti varið okkur og þannig að styrkurinn sem við erum að leita eftir er mikill líkamlegur styrkur er mikill og það er verkefnið sem að þau verkefnið í rauninni stýra þessum áherslum okkar í þessum líkamlegu gröfum og en varðandi andlegu eiginleikana það alveg 100% að lögreglukonur búa yfir þessum andlegu eiginleikum alveg 100%. Er líkamlegt test tekið, svona þrekkpróf tekið áður en þú ferð í nýleganám? Já, og fleiri en eitt sko. Alveg nokkur þrekktest og þau eru mismunandi, það er bæði verið að aðtóa styrk og þol þar og síðan hefst inntökuprófið? Já, síðan hefst nýleganám, þau eru búin að ganga í gegnum nokkur þrekktest og svona ákveðin fortest sem við kallum að bæði sem eru viðtöl og annað og það er talsverður prósess áður þú færð að fara að reyna þig við nýleganámskeið. Hefur þú lent í aðstæðum þar sem þú ert að draga liðsfélaga særðan í skjól? Þær aðstæður hafa komið upp, já. Þetta er alveg bíómynda dæmið fyrir mér sko. Já. Þetta er, aftur, mér finnst bara svo magnað að það eru raunverulega einstaklingar þarna úti í bæ á sko saklausa Íslandi sem eru í þessum aðstæðum. Já. Og ég held maður líka bara svona haldið sér svolítið frá því að setja sig í þessar aðstæður. Það er bara voða fínt að fara í gegnum daginn og þurfa bara ekkert að rekast á einhverju einstaklingar sem eru með hótanir eða ógnanir. Já, algjörlega. Og við erum með fólki sem að sinna því og við njótum talsverðs og við erum mjög þakklátt fyrir það og svona heilt yfir að þá er nú umræðan lögregluna oftast á jákvæðum nótum þó maður heyri náttúrulega líka aðra raddir en og það er náttúrulega bara partur af því að það er aldrei allir sammála. Það er hárrétt. Finnst þér eitthvað svona undir lokin, finnst þér eitthvað sem að eitthvað í kringum umræðana sérsveit eða lögregluna ekki eiga rétt á sér? Finnst þér umræðan fara í einhverja ranga átt eða eitthvað sem að þú vilt leiðrétta sem að almenningsáliti geti mögulega leitast af? Ég held að það sé pínulítið kannski bara lögreglunni sjálfur að kenna ef að umræðan fer í þar áttir sem að okkur finnst erfitt að sætta okkur við. Partur af því er það að við höfum hreinlega bara ekki efni á því að vera með sérstaka fjölmiðla fulltrúa eins og mörg fyrirtæki eru með ákveðna fjölmiðla fulltrúa og leita til almannatengla til þess að skapa til þess að geta stýrt umræðunni á sinna hátt en það sem að háir lögreglunni er það að við lögreglan tjáu sér lítið. Það er erfitt, ég veit að fjölmiðlamenn margir hverjir kvart yfir því að það er erfitt að fá svör frá lögreglunni fá svör við þeim spurningum sem þeir eru að leita eftir þannig að partur af þessu við þurfum bara lítið einn barm lögreglan getur verið miklu dúlegri að koma þeim sjónarmiðum sem að við viljum koma á framfæri við getum verið miklu dúlegri að koma þeim á framfæri sjálf og þarna er sóknarfæri fyrir okkur við kvengum okkur ekki undan umræðinni hún er oftast nær og maður finnur það líka bara svona þegar maður tala við fólk almennt að umræðan er oftast nær bara jákvæð okkur og það er ekkert að kvenga sér yfir neikvæðri umræðu það er sóknarfæri bara fyrir okkur þó að leiðrétta það við eigum að vera duglegri við að mæti podcast til dæmis, það er bara akkurat einn parturinn af því. Já, það er svolítið vantað, það finnst mér allavega og sérstaklega í tengslu sérstaklega vantað svona ykkar sjónarhótt í þetta og eins og ég sagði að byrjum, finnst fólk svolítið geta sér til í eyðurnar með hvað þeir eru að gera en í grunninn þá er þetta bara venjulegt fólk sem að
sem er bara fjölskyldu menn og Já, hérna, við erum bara að vinna sérhæða lögreglustörf. já, nákvæmlega. Akkurat. Herði, Runólfur Þórhallsson, takk kærlega fyrir að koma hérna og gefa okkur innsýn í þín störf í gegnum árin og ykkar störf. Virkilega gaman að spjalla við þig og bara takk aftur fyrir að koma hérna í þennan podcast þátt. Þakka þér, Snorri.